Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 26 af þessu hlaðvarpi. Í síðasta þætti þá hótaði ég því að ég myndi líklega búa til annan þátt Eurovision. Það er að segja að halda áfram umfjöllun minni Eurovision og þá Ísland í Eurovision. Nú þegar ég er að taka þennan þátt upp, þá eru báðar íslensku undankeppnirnar búnar og úrslitin ein eftir. En þeim verður sjónvarpað þá einmitt laugardaginn 22. febrúar næstkomandi. Held ég alveg örugglega, ég ætla rétt að fá að leita það uppi áður en ég held áfram. Jú, sannarlega verður það 20. og 2. febrúar. Þá munu 6 lög keppa þann rétt að fá að taka þátt í sjálfri Eurovision keppninni sem að verður haldin í Basel í Sviss. En það voru nokkur atriði sem að ég hefði getað litið á og farið betur yfir þegar ég framleiddi þáttinn síðast. Og núna hef ég gert eitthvað sem ég geri yfirleitt ekki fyrir þessa þætti og það er að leggjast í rannsóknir. Það er að segja að ég fór að leita uppi upplýsingar svo leiðis að ég gæti farið með rétt mál í þessum þætti. En lykilatriðið í þessum þáttum er jú íslenskan og þá kannski tengingar við íslenska menningu og þá sakar ekki að fara að athuga hvernig íslenskan tengist Eurovision. Fyrir þau ykkar sem að ekki þekkja þær til þessar keppni svo vel, þá auðvitað kynnti ég hana aðeins í síðasta þætti. En í stuttumáli þá er þetta sjónvarpsviðburður þar sem að flest öll lönd innan Evrópu flytja eitt lag á sviði og Evrópa kýs sigurlag í símakosningu. Hvert lag hefur verið valið annaðhvort af dómnefnd eða af þjóð hvers lands sem að sendir lag í keppnina og hvernig það er gert er með ýmis konar sniði. Reglur keppninnar eru sífellt að breytast og aðlagast eftir breyttum tímum eða breyttum áherslum og uppgötfunum að eitthvað gæti farið betur næst því að eitthvað óeðlilegt eða ósanngjarnt gerðist árið áður sem að mætti reyna að bæta úr. Eitt af því sem að keppnin gerði til þess að allir væru á það sem þau héldu að væri jafn grundvöllur var að það voru reglur það að hvert það land sem sendi lag í keppnina skyldi senda inn lag á móðurmáli þess ríkis sem að keppir. Þannig að Þýskaland sendi lag á þýsku, Frakkland lag á frönsku, England lag á ensku og þegar að Svíþjóð kemur þá syngja þau á sænsku og Sviss syngur á hvaða tungumáli syngur Sviss á? Þau geta verið 3, þau gætu teknilega séð sent inn lag á ítölsku eða þýsku eða frönsku. Ok, þannig kannski ekki sanngjarnasti hlutur í heimi. Ef að eitthvað land sendir inn lag á tungumáli sem að fleiri í heiminum skilja eða fleiri í Evrópu skilja heldur en aðrir,
þá geta þau unnið stig út á það að vera að ná til stærri hópa og fleiri aðdáenda eða mögulegra aðdáenda því að fleiri skilja málið. Þannig að Eurovision hætti þessu einhvern tíma og ég leitaði þetta uppi og sé að Eurovision hætti að skylda ríki til að senda inn lög á sínu ríkismáli eða einhverju af sínum ríkismálum árið 1973. Þá máttu lönd senda inn lög á hvaða tungumáli sem þeim datt í hug. Við getum mörg hver verið þakklátt fyrir það og verið ánægð með þá breytingu því að árið 1974 þá var sent lag í keppnina sem að þurfti ekki að vera á sænsku og náði að breiðast fleiri staði eða til fleiri staða í heiminum því að það var á ensku og ég veit ekki hversu margir í heiminum hefðu verið dansandi og syngjandi Waterloo á sænsku. Þannig að nýji disco-kvartettin ABBA fékk að syngja á ensku og svo ekki til íslenskur frasi sem að þýðir hugmyndina and the rest is history jafnvel og enska setningin. En eitthvað hefur þó gerst og þeim hefur þótt þetta vera einhvers konar ósanngjarnt eða að það stangist kannski á við rökin á að þetta sé alþjóðleg keppni og eigi að ýta undir menningu og menningarsamband og fjölmenningarsamband Evrópu og það hafi ekki verið í lagi að allir skyldu núna senda inn lög á ensku. Þannig að reglan var aftur sett á og var í gildi frá 1977 til 1998. Þarna á þessu tímabili byrjar Ísland að taka þátt. Árið 1986 sendum við fyrsta lagið okkar inn í keppnina, þá Gleðibankann. Og öll þau lög sem að við sendum þá til 1998 voru þá á íslensku. Og það eru býsna fáir í heiminum sem að skilja íslensku, þannig að við vorum ekki að fá mörg stig út á textasmíðina okkar og þurftum þá kannski að reiða betur á lagahöfunda hæfileika okkar og tónsmíða getu okkar. Það reyndist okkur ekki mjög vel, enda vorum við mjög sjaldan ofarlega í atkvæðagreiðslunum. Ég hér með listan fyrir framan mig það í hvaða sæti við höfum lent hvert ár og hér má sjá að við erum í 16. sæti eða 15. sæti mjög oft. Með að segja árið 1989 sérstaklega tekið fram að við vorum í síðasta sæti, þá 20. og öðru sæti. Áður en ég yfirgef þessa fortíð þar sem að allir voru neyddir til þess að senda lög á sínu móðurmáli, þá veit ég að lagahöfundurinn að íslenska laginu árið 1988 Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Gerði það mjög viljandi að semja lag þar sem að hann gat nefnt eins
marga útlendinga á nafn og hann mögulega gat, þannig að lagið var ennþá á íslensku en það var troðfullt af nöfnum og heitum sem að allir í heiminum skildu. Ég hef ekki heyrt allt lagið en ég man að viðlagið byrjar á línunum Syngjum öll Sókrates, sálarinnar Herkúles og er þá þarna með 2 grískum nöfnum sem að alþjóð og alheimur þekkir. Eftir að við fengum leyfi til þess að senda inn lög á ensku, þá höfum við gert það nær síðan þá. Það er þá fyrst lagið All Out of Luck eftir Selmu Björnsdóttur sem að reyndar lenti í öðru sæti í keppninni og var þá að sjálfsögðu langbesti árangur Íslands í keppninni, hingað til, eða þangað til öllu heldur, nema að það hefur gerst tvisvar síðan þá. Það árið 2013 og svo 2019 þegar að 2013 þá var það Eyþór Ingi sem að gaf út lagið eða kom í keppnina með lagið Ég á líf og hafði þá verið í fyrsta skipti sem að við sendum út lag á íslensku síðan 1997, nokkuð langur tími. Og svo fyrir þá sem að eru Eurovision aðdáendur þá muna þau að sjálfsögðu eftir Hatara frá 2019 þar sem að BDSM skrúðklæddir hálffasískir gothar fluttu lagið Hatrið mun sigra. Og kannski að nefna eitt í viðbót þá er að 2022 sendum við líka út lag á íslensku. En það eru þá 3 lög af rúmlega 25 lögum sem að við höfum sendt inn á íslensku. Innan samhengi Eurovisions sjálfs þá eru 3 atriði sem að bera nefna sem eru tengingar þá við Ísland sérstaklega. Ég hugsa að ég taki það í öfugri röð, þar að segja í tíma, því að árið 2020 þá sendum við keppanda inn í Eurovision sem að öll þjóðin hafði lært að elska þegar að hann reyndi fyrst að komast inn í Eurovision árið 2017 en hann hefur þótt of skrítinn þá til þess að við leyfðum honum að fara í gegn. En þetta er Daði Freyr og hópurinn hans Gagnamagnið sem að sendu Think About Things inn í keppnina. Ég minntist á þetta áðan. Nei, ég minntist á þetta í síðasta þætti. En þessari keppni þurfti auðvitað að aflýsa. En lagið náði að verða risastórt allan heim vegna TikTok. En það er að sjá mun á keppninni á því hversu marga skrúðklædda og hálf kaldhæðna lúða má sjá sem framlög hinna ýmsu landa. Það hafa oft verið lög sem að eru grínatriði og jafnvel bara grínþættir sem að hafa farið inn og ekki gengið eitthvað rosalega vel. En Daði Freyr hefur líklega hafið einhverja bylgju af því að núna séu fleiri og fleiri atriði að fara inn sem að eru byggð á svipaðan máta og það sem að hann hefur gert og að þeim er farið að ganga mjög vel eins og að Evrópa sé komin með smekk fyrir þessum húmor og þessum lúðaskap. Annað atriði sem að er kannski ekki búið að vera jafn áhrifamikið þannig séð
en er eitthvað sem hefur setið með íslensku þjóðinni í mjög langan tíma er að árið 2009 þá sendum við fyrrverandi barnastjörnu frá Íslandi sem að hafi gefið út plötur þegar hún var held ég 7 ára og 11-12 ára og öll þjóðin þekkti inn í keppnina þá orðin 18 ára gömul og söng lagið Is It True sem var einhvers konar power ballada en hún fór eins metnaðarfulla leið og mögulegt var til þess að kynna lagið fyrir öllum heiminum og hún flutti það örugglega í einhverjum 20 þýðingum eða eitthvað þar bil. Það var, ég man það ennþá hvað það var fáránlegt hvað hún fór í metnaðarfulla fjölmiðla vinnu við að koma þessu lagi eins langt og hún gat og hún gerði það og lenti í öðru sæti og það eru fleiri en bara Íslendingar sem eru vissir það að þetta lag hefði unnið keppnina ef við hefðum einfaldlega keppt á öðru ári en þetta ár. Af því að þetta sama ár keppti norskur drengur í ástarsorg með fiðlu á öxl og flutti lagið Fairy Tale. En það þjóðlaga sprengda lag sló öll atkvæðamet og fekk flest 12 stig sem að lag hefur fengið í keppninni, fekk hæstu atkvæði sem að nokkuð lag hefur fengið og fleira og fleira. Það hafði bara ekkert lag rústað keppninni jafn mikið og örugglega bara síðan ABBA 1974. Einhverjir meiri sérvitringar en ég gætu vitað svarið við því en það var allavega ómögulegt að fá betra gengi heldur en það lag. Ég man eftir því að öll fjölskyldan mín hoppaði upp úr sófanum fagnandi því að við fengum síðustu auka stigin sem að náði að láta okkur fara upp í annað sætið sem að var eiginlega að vinna hina sanngjörnu keppni því að það var ekkert að fara að vinna raun sigur lagið. Þá fóru margir að endurnýta máltæki eða málshátt sem að hafði verið mikið notað árið áður þegar að Ísland fekk silfurverðlaun á Ólympíuleikunum í handbolta þar sem að gott silfur gulli betra. Good silver is better than gold. En síðasta veigamikla atriðið sem að maður verður að nefna í samhengi keppninnar. Það árið 1997 þar sem að var síðasta skipti sem Ísland keppti áður en reglunum var breytt að þurfa að syngja á sínu móðurmáli. Þá kom fram sem sendi herra Íslands ambassador in the competition, maður að nafni Páll Óskar sem að í Eurovision samhenginu fékk nafnið Paul Oscar og hann gerði tvennt sem að var eiginlega nýtt og breytti því hvernig Eurovision virkaði næstum því í kjölfarið og hvernig menningarbatteríið sem Eurovision hefur þróast síðan þá. Páll Óskar þá fyrsti samkynhneigði maðurinn eða samkynhneigði einstaklingurinn sem að var opinberlega samkynhneigður á þeim tíma sem að þetta gerist, sem að hafði fengið að keppa sem aðal flytjandi lags í Eurovision. Þetta hefur hrint einhverju af stað. Íslandi gekk mjög illa í keppninni það ár og það má örugglega draga upp einhverjar myndir að það geti verið einhvers konar homofóbía Evrópu á þeim tíma sem að var hluti af því að við fengum ekki meiri athygli en þetta.
En þeir sem að eru raun Eurovision aðdáendur vita það alveg hversu mikilvæg og hversu stórvæg þessi keppni er innan samfélags samkynhneigðra í dag. Og það eru mörg stór skref innan hins evrópska samhengis og hins evrópska samfélags sem að hefur átt sér stað í gegnum keppnina. Þar sem að þarna er bókstaflega sett á svið fyrir alla Evrópu einhvern sem að skiptir heilt land máli í heilar 3 mínútur. Þannig að þarna 1997 þurftu allir að horfa á samkynhneigðan mann flytja eitthvað í sjónvarpinu sinu, þar að segja ef þú slökktir ekki á því. Og síðan þá voru fleiri viðburður sem að eiga sér stað. Það var fyrsti trans þáttakandinn árið 1998. Árið 2002 var fyrsti keppandinn sem að keppti í draggi, so in drag. Og þarna milli má líka nefna að 2000 var sýnt í fyrsta skipti hlýhug milli einstaklinga af sama kyni, þar sem að 2 karlmenn kysstust á sviði í atriði Ísraels. Þetta hefur þróast upp í það að eins og árið 2014 þá vann keppnina Conchita Wurst frá Austurríki, sem að er kona sem að söng Rise Like a Phoenix, en Conchita Wurst er líka alskeggjuð og er þá transkona. Þannig að þessum bolta rúllaði Páll Óskar af stað árið 1997. Það er þó eitt annað sem að Páll Óskar gerði líka, og það var að á meðan hann flutti lagið og var þá sem aðal söngvari lagsins, þá var hann með sviðsetningu, he had some staging and stage direction, sem að voru bakgrunnsdansarar sem að voru klæddir í svarta latexskalla og fluttuð það sem að þótti sérstaklega á þeim tíma mjög kynferðisleg hegðun. Nú ef ég lesi þetta beint af Wikipedia, sexually suggestive choreography. Þetta hefur þótt hrikalegt og hefur örugglega líka átt þátt í því að Íslandi gekk mjög illa þetta ár, en þetta kollvarpaði því hvað mátti gera í þessari keppni og jafnvel í evrópsku sjónvarpi. En þarna var í lagi að sýna þetta fyrir alheimi og keppnin hefur þróast í ýmsar áttir síðan þá. Ein skemmtileg og klikkuð staðreynd þetta: ein af þessum bakgrunnsdönsurum sem að birtust þarna í bókstaflegum kynferðislegum búning í svörtum latexskalla var grunnskólakennarinn minn. Þannig að ég var í 1. til 3. bekk í grunnskóla að læra hjá einum af þeim sem allt tóku þátt í því að Eurovision varð skammar minni og kynferðislegri keppni eða sýning heldur en hún hafði áður verið. Eitt sýnidæmi hversu lítið Ísland er. Nú er ég alveg búinn að slá metið á því hversu lengi ég að taka þennan þátt upp, en ég á einn síðasta punkt eftir. Og það er, af hverju ég að tala svona mikið Eurovision? Hvernig stendur á því að Eurovision liggur svona á íslenskum hjörtum? Og það er að þetta er stærra batteri á Íslandi heldur en víða annar staðar í Evrópu. Því að þessi keppni, hún er sýnd á tímum þar sem að þetta er svona eins og kvöld variety show. Þetta er gert fyrir fullorðna einstaklinga. Þannig að þetta er í rauninni mjög háflegur sjónvarpsviðburður í beinni útsendingu fyrir þá fullorðna sem að hafa áhuga á að horfa á einhvern svona skrípaleik, þar sem allt er að drukkna úr glamúr. En Ísland er
mjög langt í vestur miðað við restina af Evrópu. Ef þú skoðar einhvern tíma Ísland á svona heimskorti, á landakorti, þar sem að þú getur séð klukkutímana, þar að segja hversu langt eitthvað landsvæði er frá GMT, Greenwich Mean Time. Og þá sérðu beinar línur skera í gegnum allan heiminn. Þar sem að, já, hérna eru á sama stað London, París, Madrid og þú veist, allar er niður í gegnum Afríku og niður að heimskauti. Og svo er þessi klukkutími hérna og svo þessi klukkutími, við erum örugglega með Varsjá og Helsinki á svipuðum stað, við erum örugglega með þetta saman og þetta. Og þannig að heimurinn er sneiddur í 24 tíma. Sumstaðar eru þessar línur ekkert mjög hentugar. Til dæmis er kannski hluti af Marokkó sem að er aðeins vestur meðað við hvað er að sé lína ætti að sneiða landið, en þú veist, við ætlum ekkert að láta einhverja 50 ferkilometra af landinu vera klukkutíma á undan eða eftir restinni af landinu. Það gengur ekki upp. Þannig að þá beygja þeir línuna aðeins til að fá allt landið saman. Og stundum sérðu mjög langar sveigjur á þessum línum. Kannski eins og að fá einhverja eyjaklasa sem að tilheyra sama landi til að vera með inn á sama klukkutíma. Þannig að þú getur séð einhverja línur skerast alveg hálftíma í burtu og jafnvel 3 korter, bara vá, þú ert næstum því farin á næsta klukkutíma. Ísland er cirka 1,5 tíma frá því að vera á réttum klukkutíma stað á landakorti. Ísland er á Greenwich Mean Time, eins og við séum á sama klukkutíma og Greenwich eða England, en við erum mjög langt í vestur miðað við það. En þetta endar á að þýða það að keppni sem að er yfirleitt haldin á laugardagskvöldum nokkuð seint, nokkuð mikið austar í Evrópu heldur en Ísland sjálft er. Þá erum við að horfa á keppni sem að er kannski byrjað að sýna í, hvað eigum við að segja, Slóveníu klukkan 9 að kvöldi til og er í gangi til 1:30 nótt. Hún byrjar klukkan 7 á Íslandi og er í gangi til 11:30. Það er þá miklu gerlegra fyrir börn að horfa á Eurovision. Þá er þetta kannski eitt af fyrstu góðu vorkvöldunum. Þessi keppni er yfirleitt í maí, sólin er svolítið lengi á lofti. Og það verður bara til stemning fyrir því að krakkar fái að sjá hvaða land kemur með hvaða lag og hvernig það lítur út. Svona eins og hvernig mismunandi dýr eða jafnvel mismunandi Pokémonar eru spennandi. Þá er bara vá, Finnland er miklu betra heldur en Noregur. Og vá hvað Liechtenstein er, hvar er Liechtenstein á kortið? Þetta verður eins og svona world building fyrir börn og alltaf nýtt á hverju ári. Þannig að Eurovision endaði á að vera fjölskyldu viðburður á Íslandi. Þannig að mörg þau lög sem að hafa komast í gegnum keppnina og undan keppninar á Íslandi eru oft þau lög sem að ná best til barna. Það sem að þeim þykir eitthvað vera meira spennandi og þau fá foreldra sína til að kjósa lag. Þannig að þegar Eurovision er í gangi á Íslandi eða í Evrópu, þá eru nokkuð margir að fylgjast með því á Íslandi, af því að þetta nær til fleiri kynslóða á Íslandi heldur en víða annar staðar. Þess vegna er ég, þó ég sé tæplega 30, nokkuð mikið fróður Eurovision miðað við marga aðra í heiminum, bara af því að ég ólst upp við þetta. Jæja, þá var ég að ná 40 mínútum af upptökum. Núna stoppa ég. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá bara vel gert og takk fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless.
Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.